Formaður, góðir meðfulltrúar og áherjendur nær og fjær. Stjórnlagaþingið hefur nú starfað í það bil 6 vinnuvikur telst með til og ég tel að við höfum þegar náð góðum árangri. Samvinnan er frábær, við tökumst auðvitað dálítið á en við reynum að skilja hvert annað og ná sáttum eftir föngum. Það er unnið hér öðruvísi heldur en við þekkjum úr sjónvarpi frá þeim stöðum þar sem rætt stjórnmál og ég hvet þá áherendur sem að kunna heyra mál okkar hér í gegnum tölvuna að komi hingað á fimmtudögum og hlýða á mál okkar, hitta okkur og fá sér kaffi með okkur og auðvitað ræða við okkur hvenær sem er. Hverjar eru væntingar okkar til okkar starfs, til hvers eru við að þessu? Jú, við erum að þessu til þess að treysta samfélag lýðræðis, réttlætis, frelsis og velferðar, samfélag sem við höfum búið í hingað til og viljum búið áfram í og treysta undirstöður þess og forsendur. Það gerum við með stjórnarskrá. Hún setur okkur og þjóðfélaginu öllu bæði markmið og leikreglur. Það er mjög mikilvægt, tel ég, að stjórnarskráin sé skýr, læsileg og vönduðu máli og eins og meðfulltrúi okkar Erlingur hefur einætt sagt, sé bókmenntaverk. Og svo vil til að við formaðurinn hún sjálfur og ég við vorum í Svissum síðustu helgi og mér er minnistætt að formaður stjórnlagaráðs í kantoni Zürich lagði einmitt nákvæmlega áherslu á þetta sama. Mikilvægi þess að málið væri aðgengilegt öllum. Viðfangsefni okkar eru mörg og eins og Dögg kom hér inn á áðan þá eru kirkjumálin eitt af þeim stærri málum sem við höfum reyndar ekki tekið á ennþá og munum eflaust gera og verðum að gera. En við erum að ræða þrískiptingu valdsins sem við erum að sjálfsögðu öll sammála að við viljum hafa. En kannski greinir okkur eitthvað á með hvaða hætti. Það eru uppi hugmyndir forsetaræði fremur en þingræði. Ég hef sjálfur sveiflast til í þeim efnum en hef núna seinustu misserin árin verið eindregin þingræði sinni. Þá það spurningin hvernig á að haga framkvæmdavaldinu í slíku fyrirkomulagi og ég held að það verði að leggja áherslu á það að framkvæmdarvaldið sé þjónn þeirra fulltrúa sem við almenningur höfum kosið til að fara með okkar mál, þar að segja þjónn Alþingis en ekki öfugt. Og því sæi ég fyrir mér sem ákjósanlegt fyrirkomulag að ríkisstjórn væri beinlínis kosin á Alþingi. Vitaskuld væri þá hægt að gera það með ýmsu móti. Ef það væri hrein meirihlutakosning þá hefði meirihlutun á Alþingi réðan í raun öllum ríkisstjórnina en aftur vísa ég nú til fyrirkomulags í Sviss þar sem að ríkisstjórn er kosin hlutfallskosningu og er þannig bæði skipuð minni og meirihluta. En þetta er nú kannski okkur of framandi. Við vorum að ræða hér áðan tillögu frá NB sem sýnist stefna nokkuð í þess átt sem ég er hérna að reifa, meðal annars með því móti að ráðherra sitja ekki á Alþingi og að þingnefndir flytji mál en ekki ráðherrar. Ég sæi nefnilega fyrir mér að æðstu virðingarembætti á stjórnmálavettvanginum væru að vera formenn þingnefnda frekar heldur en að vera þeir framkvæmdastjórar sem ætti að sitja í ríkisstjórn. Þá kunnum við að spyrja ekki bara verið að skipta nafn og færa ráðherrana þá inn á þingið aftur í formanna þingnefnda. Ég tel ekki svo vera vegna þess að þar stæði þessi ráðherra hver og einn frammi fyrir þingnefnd nánast dagsdaglega og það að standa henni skil á sínum málum og málflutningi, bæði minnihluta og meirihluta. En ég er nú ekki endilega að leggja til að þetta verði fært á blað í þetta sinn en gauka því að nefnd B að huga að
ykkur markmiði þessa átt og ég tel hann að reyndar vera á þeirri leiðinni. Þá ætla ég að spyrja sjálfa mig og ykkur, nægir þrískipting valdsins? Aftur vísa ég í félaga okkar Erling og eflaust fleiri hér inni sem hafa reifað þá hugmynd að forseti Íslands fái hlutverk og fái það hlutverk að vera yfirmaður fjórða valdsins, eftirlitsvalds, og nú byrði menn að taka andan ekki of djúpt og halda ekki að ég eða fleiri sé að leggja til að það veri búið til mikið apparat. Þvert á móti heldur verði eins og kom reyndar fram í umræðinni hérna í dag, reynt að sameina og samþætta þessa eftirlitsþætti, já það var Katrín Oddsdóttir sem nefndi það, og ég sæi mjög vel fyrir mér að til þess að gera þetta óháð framkvæmda og löggjafarvaldinu þá væri forsetinn sem væri þarna æðsti yfirmaður, en hefði að sjálfsögðu skýra reglur það hvernig hann ætti að haga sér, til dæmis við mannaval, samanber það sem að við í sinnefndina höfum lagt til ráðningu dómara. Nú ég tel að forsetinn ætti þá jafnframt að vera þjóðhöfðingi og hann sem slíkur og sem þessi mikilvægi umboðsmaður þjóðarinnar, að hann ætti að vera þjóðkjörinn eins og verið hefur, og þá finnst mér mikilvægt að hann hljóti meiri hluta kosningu. Það að sjálfsögðu hægt að gera það með því að tvítaka kosningar eins og víða tíðkast, en það til miklu einfaldari, ódýrari og að mínum mati betri leið til þess. Það að nota einfaldlega STV-aðferðina sem við vorum kosið með til stjórnlagaþingsins afluga. Hvernig á svo að kjósa til Alþingis? Það eitt stærsta máli sem við munum glíma við. Kjördæmaskipun, fjöldi þingmanna og fyrirkomulag kosninga í hvívetna hefur verið höfuðverkur Alþingis. Ég hygg alveg frá endurreisn þess á miðri síðustu öld. Nei, næst síðasta var hún reyndar. Og þetta hefur verið deiluefni og megin efni flestra ef ekki allra stjórnarskrárbreytinga í minnst 100 ár. Þess vegna tel ég óhjákvæmilegt að stjórnlagaráðið taki mjög ítarlega á þessu efni og það verður að fjalla málið í heild sinni, þó svo að ég telji æskilegt að ákvæðin í stjórnarskráni sé ekki of smásmöguleg, heldur bjóði upp á visst svigrúm. Þá held ég bara líka af reynslu sem að ég hef og fleiri af þessum málum, að það hefur tíðkast alltaf þegar fyrirkomulagi kosningamála í stjórnarskrá breytt, þá liggi í rauninni fyrir drög að kosningalögum líka, þannig með sjá í smáatriðum hvernig væri hægt að útfæra þetta. Þá ætla ég að víkja aðeins að forsendum mínum eða minni sín á kjördæmamálið og ég hef einfaldan smekk í þessum efnum. Mín fyrsta krafi svo að kosningarétturinn sé algjörlega jafn óháður búsetu. Ég líti á hann sem mannréttindi og mannréttindi ekki hægt að deila eða skipta. Það annarkvort full mannréttindi eða ekki. Og það heldur ekki hægt að beita þeim rökum að það eigi að láta einhvern hafa meiri mannréttindi á þessu sviði vegna þess að halli á hann á einhver öðru sviði. Mannréttindi ekki verslunarvara eða einhvers konar framseljanlegur kvóti. Þá tel ég afar mikilvægt að persónukjör sé stóraukið. Það hefur aðeins þokast í þá átt við síðustu breytingar á kosningalögum og kosningafyrirkomulagi, en að mínum að þetta allt of skammt gengið. Ég skynji ekki annað en að það sé eindreginn stuðningur við slíkt hér í okkar hópi og raunar út í þjóðfélaginu öllu. Óskalaust mín í þeim efnum einfaldlega að listar séu boðnir fram óraðaðir og hver einasti kjósandi geti valið sér þann af því hlaðborði hverja þá sem hann vil. Í þriðja lagi vil ég að skipting landsins í kjördæmi verði aflögð og landi verði eitt kjördæmi. Þetta tel ég hafa verið ráðandi sjónarmið á þjóðfundinum og mér sagt, þó ég hef ekki kannað það sjálfur, að meiri hluti okkar sem hér eru minni séu þessara skoðuna líka. Mín rök fyrir þessu fyrirkomulagi einfallega þau að við erum 300.000 og ekki fleiri.
og við eigum ekki að draga okkur í dilka á óþörfu. Við eigum að hugsa hag allra landsmanna og ég er sannfærður það að hagur landsbyggðarinnar verður ekki fyrir borð borin með þessu fyrirkomulagi. Þar að auki finnst mér landfræðileg kjördæmi ekki vera í takt við tíman. Ef við værum að finna lýðræðið upp núna á dögum 12-pósts og alls slíks, þá myndum við örugglega hugsa einhvern veginn öðruvísi. Náungi minn í biblíulegum og kristilegum skilningi er ekki endilega sá sem að býr hjá mér í næsta húsi við mig. Hann er kannski áhuga maður bætta menntun og gæti þess alveg búið á Akureyri eins og einhvers annar staðar. Nú í fjórða lagi tel ég óhjákvæmilegt að fullur jöfnuður sem flokkunum, að þeir hafi þingstyrk á Alþingi í beinu hlutfalli við landsfylgi. Þetta hefur verið markmiðið og aðalmarkmiðið með öllum breytingum á kosningafyrirkomulagi svo lengi sem elstu menn muna.